Ég engin sérfræðingur í þjáningunni, en þegar að svona vonleysi hefur helst yfir mig, þá hefur það sem betur fer aldrei vara lengi í einu. En ég veit auðvitað að það fullt af fólki sem að glímir við það, vikum saman, mánuðum saman, að eiga enga von. Að sjá fram á það að lífið, hlutirnir sem skipta máli muni ekkert breytast. Og það auðvitað skelfileg staða. Mér rosalega ofarlega í huga núna, saga sem að stelpa frá Úganda sagði mér. Hún var fyrir því 14 ára að missa mömmu sína úr alnæmi, þá var pappina dáinn og hún stóð uppi ein með 3 yngri systkini og það yngsta 2 ára. Og lífið sem tók við hjá þeim var margra ára streð og stendur í rauninni ennþá. Þar sem börnin eru grátandi heima og það engin matur, þau eru of lítil til að vinna fyrir sér og allt svona erfitt. Og hún sagði frá því að af því að hún fekk styrk frá samstarfsaðilum hjálparstarfsins til að fara í skóla, þá var hún komin inn á heimavist og kemur síðan heim rétt fyrir ein jólin og hún allslaus, kemur heim og þar allt tómt eins og fyrir daginn. Börnin grátandi, í ráðaleysi sínur eina sem hún getur gert, hún skammar krakkana og fer svo að gráta sjálf. En hún átti nokkra aura í vasanum og vissi svo sem að það ekki nóg fyrir neinum mat, en svo datt henni í hug að kaupa gosflösku. Og hún fer og gerir það og kemur með eina svona volga gamla gosflösku úr litlu þorpsbúðinni heim. Og þegar jólin koma þá opnaðu hana og skiptast á að súpa, sitja saman í hring og þetta verða alveg jólin. Jólin eru komin. Það verður hana himnasæla í stuttastund. En þetta aðstæði sem ég get bara rétt byrjað einhvern veginn að ímynda mér. Maður heyrir þetta og maður skilur jú orðin en maður enga forsendur til að setja sig inn í þessa miklu hörmungar og vonleysi. Og hún sagði mér þetta strax á eftir. Svona hafa það svo ótal margir. En það sem ólíkt með okkur og mínum systkinum að þau hafa von. Og vonið þeirra felst í því að hún fekk tækifæri til að ganga í skóla og þegar hún verður búin að læra þá mun hún koma og vinna fyrir systkinum sínum og hjálpa þeim áfram. En þau eru búin að bíða í mörg ár með þessa von. Við mjög erfiðar aðstæður. Þau eru búin að bíða öll menntaskóla árin og þau þurfa að bíða 1 ár í viðbót á háskólanámin hennar og svo vitum við ekki hvort hún fær vinnu. Við vonum það, en þau hafa sem sé þessa von. En svo veit ég líka að oft skiptir það engu máli að heyra það að einhver annar hefur það verri en maður sjálfur, það hjálpar ekkert til. Gerir það stundum en oftast ekkert. Svo ég spurði samstarfsfólk mitt hvernig ég geti tengt þetta raunveruleikanum hér heima og tengt þetta því fólki sem myndi kannski heyra þessa sögu. Og einn samstarfsmaður minn var fljótur til og sagði strax, það myndi gefa mér heilmikla von að geta gefið öðrum von. Það myndi strax gefa mér miklu bjartari sýn á það að það góða í heiminum myndi sigra að lokum. Og mér fannst bara að vera eitthvað bitastætt í þessum vangaveltum hans.